Velkomin í þáttinn okkar, Biblían á mannamáli. Við ætlum að hafa smá mola hérna í upphafinu. Mola sem við getum kallað Guð er eins og besti hjartaskurðlæknir. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir svona: En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. Náð Guðs virkar einmitt eins og aðgerð hjá góðum hjartaskurðlækni. Hann opnar brjóstkassa okkar, fjarlægir hjartað þitt aðeins í burtu, hjartað sem er eitrað af stolti, hroka, sársauka, gremju, særindum, eymslum, vonsku, vonbrigðum, og hann setur nýtt hjarta frá sér í staðinn. Í stað þess að standa yfir okkur og segja okkur að breytast og skipa okkur að gera svona hinsegin vegna þess að það sé eina leiðin, þá hefur hann komið nú þegar inn í hjarta þeirra sem að meðtaka náðans til að breyta. Eina sem þú og ég þurfum að gera er að lifa í því sem hann hefur þegar gert. Hann breytir hjartanu. Við getum það ekki. Í Rómverjabréfi 6. kafla segir: Synd skal ekki ríkja yfir ykkur, þar eð þið eruð ekki undir lögmálinu, heldur undir náðinni. Við vorum að ræða einmitt í síðasta þætti skurnar sinnana sem komu voru að eyðileggja fyrir Páli, og bæði í Antíókíu og í Galatíu síðar. Hér segir alveg skýrt í Rómverjabréfinu að vald og tök syndarinnar brotnar í líf okkar af því að við erum ekki undir lögmáli, heldur undir náð. Lögmálið gengur út á það að reyna sjálfur. Náðin segir: leið mér. Náðin er ekki, og sumir í mín eyru hafa kvartað yfir því að þýðir nú ekki að predika of mikla náð. Það sé bara eins og leyfisbréf til að gera ranga hluti fyrir fólk að hegða sér illa og komast upp með það. Nei, þá skiljum við ekki náðina ef að það er hugafarið. Þarna stendur í Rómverjabréfinu alveg skýrt: hún drottnar ekki yfir þér, hún fær ekki að ríkja í hjarta þér, vegna þess að þú ert ekki undir lögmáli lengur, heldur undir náð. Náðin er ekki leyfisbréf til að gera ranga hluti. Náðin er gefin þér og mér til að losa okkur undan því illa í lífi okkar. Þarftu að koma lífið þín í lag svo hann geti tekið við þér, svo Guð geti tekið við þér? Nei, hann tekur við þér og byrjar síðan að koma lífið þín í lag. Ég man eftir fyrst, ef maður rétt að Hjalti Gunnarsson vinur minn sem samdi þetta fallega lag sem ég nota hér í þættinum okkar, reynda bara stef úr laginu, en lagið er alveg dásanlegt, bara það er himnest heila, bæði lag og texti. Og ég man eftir þeim tíma í gamla daga sem við segjum innan gæsalappa, þegar hann uppkvæmtaði: ég þarf ekki að breyta mér til þess að hann taki við mér. Hann tekur við mér og hann breytir mér. Draumur Guðs er nefnilega ekki hans að koma þér inn í heiminin. Draumur Guðs er að koma himninum inn í þig. Og hvílíkur munur sem þetta er. Áttu erfitt með að fyrirgefa óvinni þínum. Getur ekki horfst í augu við morgundaginn. Getur ekki sagt þig við ástand þitt. Getur ekki sagt þig við fortíð þína. Kristur getur gert allt þetta fyrir þig. Hann er að verki og færi þig af krafti frá náðarsnauðu lífi til lífs sem mótað er af hans náð. Og þar leysast allir hnútar, þar leysast öll vandamál, þar flæðir lækning, þar flæðir líf, þar flæðir lausn. Þeir sem hafa þegið gjöf, þessa miklu gjöf, þeir gefa öðrum hana. Þeir sem hafa hlotið fyrirgefningu, þeir fyrirgefa öðrum. Djúpt andvarp léttis. Við hrösum, jú, en það þarf ekki að vera örvænting. Þegar náðin hjálpar okkur, náð Guðs. Náð Guðs er allt það sem Jesús er. Náð Guðs lifir vegna þess að Jesús lifir. Starfa vegna þess að hann starfar. Og skiptir máli vegna þess að hann skiptir máli.
Hann hefur sett syndinni, átökum okkar innri baráttu tímamörk og hann gerði það og steig sigurdans í kirkjugarðinum með því að rísa á fætur. Út úr gröfinni steig hann, sigraði dauðan og allt sem honum fylgir. Að frelsast af náð, eins og stundum við talaðum, að frelsast fyrir hann. Þetta gríðarlega mikilvægt. Því að það eru margir sem að reyna að frelsast eftir ákveðnu hugmyndafræði, eða eftir kenningum eða trúarjátningum, eða kirkjuaðild. Ef ég ekki þessari kirkju meðlimur þá frelsast ég ekki. Ekkert af þessi rétt, elsku vinur. Það er engin hugmyndafræði, engin kenning, engin trúarjátning, engin sérstök kirkja sem frelsar þig eða mig. Að frelsast þar náð það eitt að frelsast fyrir Jesú sjálfan. Það er hann sem tekur með sér inn í himinin, inn í eilífulífið, hvert hann sem gefur nú svo mikið sem minnsta jáyrði. Og þetta er þitt og þetta er mitt. Þetta er okkar allra. Þetta var mólinn, en við ætlum að halda áfram postulasöguna. Ég ætla að halda aðeins áfram, ég allavega núna og kannski í næsta þætti líka pínlítið það sem við vorum að ræða síðast, því það er gríðarlega mikilvægt. Ég talaði að fundurinn þarna í Jerúsalem í 15. kafla í postulasögunni hafi verið fundur sem skipti sköpum. Við ræddum ástæðu fundarins sem var þessi hópur messianskra gyðinga sem voru enn umskurðnarsinnar, þar að segja, þeir vildu leggja allt lögmál Móse á hina nýkristnu heiðingja og öðru sem gætur ekki verið hluti af samfélaginu. Niðurstaða fundarins var að svo var ekki. En ef við skoðum alla þessa hluti í samhengi, og það er svo mikilvægt og þess vegna ég að eyða þessum mikla tíma í postulasöguna, að því hún rekur sögu. Að vísu gera bréfin það líka sem fylgja eftir. Það er meira leiðbeiningar og meira verið að sýna og leiðbeina hverjum söfnu fyrir sig og svo framvegis. En þar inn á milli flæðir sagan, frásagan. Þetta er allt í samhengi, þetta er allt í ákveðinni tímaröð. Þetta gerðist, einhvað var sagt vegna þess að eitthvað annað hafi gerst eða sagt annar staðar og svo framvegis. Og við höfum eftir að sjá þetta. Í Galatabréfinu sem var viðbrögð Páls postula við för þessa hóps manna umskurðnarsinnana til Galatíu, þar sem að hann og Barnabas höfðu stofnað fyrstu söfnuðina fyrir utan Jerúsalem og Ísrael og síðan Antíókíu, Sýrlandi, fyrsta trúboðsferðin þeirra. Þeir fóru þangað í humátt eftir til hvers? Til að eyðileggja. Í Galatabréfinu 5:10 sem var bréf til allra þessara safnaða frá Páli, þá segir Páll svona: Sá sem truflar ykkur mun fá sinn dóm, hver sem hann svo er. Síðar meir Páll eftir að kalla þennan ónafngreinda mann sem stýrði þessum hópi flein í hold sitt. Við höfum að skoða þennan flein nefnilega, þegar það er ekki allir sammála það endilega hvað þessi fleinn er og margir hafa stúderað og margir hafa farið í það og ég ætla að reyna að gera það líka. Og þrisvar sinnum hefur Páll postuli beðið Jesú að fjarlæga þennan flein úr lífi sínu, en Jesús svaraði þessari frægu setningu: Náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Náð mín nægir þér. Þetta er stórkostleg orð og í takti við mólan okkar áðan með náðina. Drottinn Jesús kýs sem sagt að fjarlæga þennan flein ekki úr lífi Páls. Það er athyglisvert, vegna þess að ef eitthvað er ónáð okkur svona gríðarlega að hreinlega tala að sem flein í holdi hans, sem alltaf illkynja fleinn í síðans, alltaf ángar hann, alltaf. Og hann segir: Drottinn, takk, þetta frelsaði mig frá. Nei. Náð mín nægir þér, Páll. Mátturinn fullkomnast í veikleika. Þannig að meðan Drottinn kýs að fjarlæga ekki fleinin, hennar fræga flein. Hafirðu lesið Biblíuna þá eru
rekist á hana flein í holdi Páls og hefur verið eitthvað í kirkjum í gegnum tíðan og hlustað okkar kennslu og fræðslu, þá kemur þessi fleinn alltaf upp aftur og aftur. Og við höfum öll einhvers konar flein í líf okkar sem að angra okkur og við höfum beðið Guð að taka það og það fer ekki. Og þá heyrum við: náð mín nægir þér, Halldór, náð mín nægir þér, Guðrún, náð mín nægir þér, Sigurjón, eða hvert sem nafn okkar er. Við göngum öll í gegnum þetta. Það er frá þessu sem þetta komið, frá fleininu sem Páll fékk í sitt hold og bað Guð að taka burt, en hann gerði ekki. Og við ætlum að reyna að komast að því, hvað var þetta í raun og veru? Hvað var þetta? Þannig að þó að frelsa ekki og fjarlægi fleinin úr lífi Páls, þá frelsaði hann hins vegar gegnum þær þjáningar sem að þessi fleinn olli honum. Í mörg ár var það þessi fleinn, eða eins og ég myndi segja, þessi ónafngreindi umskurna sinni, sem lagði allt kapp á að eyðileggja líf og starf Páls. Og Guð leyfir það. Til hvers? Til að halda honum auðmjúkum, segir í 2. Korinthubréfi 12. kafla, fyrstu 10 versunum, það getum við lesið þessa frásögu. Og vegna hvers þurfti nú að halda Páli einhverjum auðmjúkum, og þetta hann ekki auðmýkt eins og bara allir aðrir menn og verið bara auðmjúkur og góður. Og það er vegna þessarar miklu, dýrlegu, stórkostlegu opinberunar sem Kristur hafi gefið apostolunum Páli, og hann hafi meðtekið frá Guði. Hann kom með stórkostlegar opinberunir, og þú veist hvernig það er, þú kemur eitthvað umbreytandi og kröftugt sem að dregur fólk til sín og já, sæll. Þá getur verið stutt í hrokan. Það getur, já, ég er náttúrulega mesti pósturinn, ég er náttúrulega stærsti pósturinn, og já, það bara, þið áttu ykkur á því að þessi opinberun, engin hinna fékk þessa opinberun nákvæmlega svona, og svo framvegis. Svo Páll lítur svo á að þessi fleinn hafi ekki verið fjarlægur til þess að halda honum sjálfum niðri, hrokanum í honum, og minna hann á, heyrðu, býttu við, Páll, stórkostleg opinberun, en hún er ekki frá þér, hún er frá Guði. Þetta var allt Guð, þetta var allt bara fyrir hans náð. Í jarneskri þjónustu, þegar Jesús gekk á jörð meðal hann, sem sagt, þá sagði hann fyrir þjáningar af þessu tagi. Hann ávitaði fariseiana til dæmis í Mattheus 23:34 og segi: þess vegna sendi ég til ykkur spámenn, spekinga og fræðimenn, suma þeirra munu þið lífláta og krossfesta, aðra hústryggja í samkunduhúsum ykkar og ofsækja þá borg og borg. Og rétt eins og Páll, sem áður hafði verið farisei, hafði ofsótt fylgjendur Jesú, þau munið til því í upphafi postulasögunar. Hann fór borg og borg til að handtaka þá og ofsækja þá. Þá munu fleitnin í lífi Páls ásamt óróa settjónum elta hinna trúuði í söfnuðum Páls borg úr borg. Og auk þess munu vantrúaðið gyðingar, þar segja gyðingar sem ekki höfðu meðtekið Jesús eða trúðu ekki á Jesú, ofsækja Pál í hverjum þeim bæ sem hann kemur til. Þegar hann sjáið það að frumkirkjan, þegar hann að byggjast upp og fara af stað, þau gríðarlega mótlæti sem hún fær. Gríðarlega mótlæti. Það er ekki bara rómversku yfirvöldin og rómversku ráðherrarnir, yfirmennirnir og ráðherrarnir og konungar og keisarar sem að voru að fetta fingur út í þau og ofsækja þá og banna þeim hitt og þetta. Nei, líka gyðingar og, kannski sorglegast af öllu, líka messianski gyðingar, þeir sem trúðu á Jesú. Það var þessi hópur. Hversu sárt hefur það ekki verið fyrir Pál að reyna að fletta ofan því þeim eyðileggingu sem þeir voru að koma með inn í söfniðina þar sem hann og Barnabas höfðu farið. Nú, en ef maður að þú spyrjir þá, hvað eða hver er þá þessi fleinn? Í fjölda ára, og ég man aldrei eftir mér öðruvísin þannig að einhverjir hafi verið að velta þessu fyrir sér, biblíuskýrendur, kennarar, predikarar, prestar, forstöðumenn,
Það búið að setja fram fjöldamargar kenningar það hvað þessi fleyt Páls í holdinu hafi verið. Vinsælustu kenningarnar sem að maður heyrir oft, eiginlega aftur og aftur, eru einhvers konar sjúkdómur, malaría, flogaveiki, augnbólga, mjög vinsæl og fleira. Allt frá svona sjúkdómum til kannski, og þessi var mjög sterkur, nagandi sektarkenndar vegna ofsókna hans gegn söfnuðinum. Þetta fyrst þegar við vorum að vitni áðan. Hann hefði alltaf verið myndur á það, stöðulega. Hann hefði aldrei losnað við það, ég ásótti Guðs fólk og draf það. Svo það er kannski flytnin, og allt þetta er svona fræðilega mögulegt og allt til einhver sem engin fótu var fyrir eða engin, það er ekki að byggja það á neinu að jafnvel hann hafi þjáðst að kynlífsfíkn sem hún tókst aldrei að sigrast á. Þetta var flytnin. Þú eru að fyrirgefa mér þetta síðasta hljómar og kannski frekar eins og einhver predikari sem átti við þetta eitt og sagði, já, þetta er algjör flytn, Páll eru örugglega verið að eiga við þetta. Nei, ég segi svona. Ef við hins vegar tökum textan þar sem það greinti frá þessu, bara nákvæmlega eins og hann er skrifaður og berum hann saman við aðra texta sem nota svipað orðalag og sömu orð, og þegar við erum búin að lesa, stígum eitt skref aftur og bak og skoðum frásögnu Nýja testamentisins í tímaröð, þá allt í einu blasir svolítið önnur mynd við, og það er þess vegna sem að þessi þáttur heiti Biblíunum málum og lefunum að reyna að útskýra út af hvað gengur þetta, hvað er í gangi hérna, hvað gerist, á hverju er þetta sagt, hvað er hann að meina hér, á hverju sagði hann þetta hér, og þið sjáu núna að þetta tengist allt. Galatabréfið, allt sem er sagt þar er skrifað vegna þess að þessi hópur umskurna sem vildi leggja allt lögmálið á hina nýkristnu var farinn af stað til Galatíu til þess að gera nákvæmlega sem hann hafði gert í Antíókíu og aðskilja hópinn, sundra hópnum með þessari kenningu. Svo við skulum skoðum 12. kafla síðara Korinthubréfs, vers 7-10 og heyrum hvað Páll segir. Þetta er bréf sem hann skrifaði til Korinthumanna, við minnst á Korinthuborgundaginn að þegar þeir þurftu að flýja Róm og þá fóru mörg þeirra til Korinthu og þar var til söfnuður og Páll átti eftir að fara þangað og síðan með skrifaði þeim og þarna er hann að skrifa og þarna minnast hann enn einu sinni á þetta. Frá 7. versi. Og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum er mér gefin fleytn í holdið. Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta of stórt á mig. Þrisvar hef ég beðið Drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Því þegar ég er veikur, þá er ég máttugur vegna hans. Segir ekki vegna hans, þá er ég máttugur. Máttur Krist opinberast í veikleika Páls. Þetta á líka við okkar líf. Páll greinir þarna fleininn í sínu holdi algjörlega skýrt. Hann er sendiboði Satans. Segir hér Satans engill. Engill þýðir sendiboði. Hann var sendiboði Satans sem hafði það illgjarna markmið að kvelja Pál og hann segir hann slær mig. Og orðið slær sem hérna er notað, þýtt slær, það verið sumstað í þýðingum að sér orðið kvelja og svo framvegis. Þetta grísku orð þetta merkir að slá með hnefunum, láta höggindi inn á einhverjum eða hreinlega beita þú ofbeldi, áreita. Og þegar Páll biður Drottinn að fjarlægja þennan flein, þá segir hann bara máttur minn fullkomnast í veikleika Páll. Og þá segir Páll samstundis að ok, þá vil ég frekar hrósa mér af veikleika mínum, þetta er nú að losna við fleinin. Svo að máttur Krists megi búa í mér. Ég vil frekar vera veikur fyrir
svo að Kristur verði máttugur. Heldur en að vera rosalega flottur, rosalega kröftugur og máttugur, en það er allt mitt eigið hold. Það vekur athygli öll umfjöllun Páls í 11. kafla, kaflanum undan þessu, rétt áður en að nefni fleinin sjálfsagt í holdinu, snýst veikleika hans sjálfs. Í 11. kafla 16 og áfram fjalla samhengið falspostulana sem ollu honum miklum erfiðleikum. Síðan telur hann upp fjölda hörmunga og sem að hann mátti þola vegna fagnaðarins, sem hann núna átt að sjá. Þessar hörmungar eru hans veikleiki. Hann kallar þetta veikleika, af því að í veikleikanum, þegar ég er máttugur, þá er máttur Krists svo mikill. Og við höfum stundum skoðað sumt af því sem Páll þurfti að ganga í gegnum. Hann var varpað í fangelsi, hann var húðstrýktur, hann var stöðulega í lífshættu. Hann fekk 40 vandarhögg af frádögnum 5 sinnum. Hann var barinn með stöfum 3 sinnum. Hann var grýttur. Hann 3 sinnum lenti í skipbroti. Heila nótt og dag á reki var hann út af rúmsjó, bara út í Miðjarðarhafi. Hann staði hættustæði á honum við Árfarvegi, frá ræningjum, frá gyðingum, heiðingjum, rómverjum. Hann var í hættu í borgum og óbyggðum, hættu á sjó og vegna falsbræðrana sem hann kallaði, sem kom í gegnunum stöðulega. Hann misti svefn, hann var matarleysi, kulda og klæðaleysi. Og athyglisvert eins og ég sagði áðan, hann lýsir öllu þessum þjáningum sem veikleikum. Ekki einu sinni minnist hann á veikindi eða sjúkdóm. En svo tala hann var mjög vinsælt að kalla fleinin einhvers konar sjúkdóm. En aldrei tala Páll hann hafi verið veikur eða undir einhverju sjúkdómi. Augun hans eitthvað tímann, jú, hann var ekki veikin, hann var ekki veikur. Orðið veikleiki sem hann notar hér yfir alla þessa hluti er sama gríska orð í 11:30, er sama gríska orðið og notar í 12. kaflanum sem vorum að lesa áðan veikleika. Og veikleiki hans er sem sagt smánin, nauðin, ofsóknir og þrengingar. Og í öllu þessu, að ganga í gegnum allt þetta fyrir Jesú, gerir það verkum að máttur Krists sýnir sig margfalt. Aldrei nefnir hann eins og ég segi sjúkdóm eða veikindi, sem er einkennilegt ef flytnin þessi í holdinu hafi verið eitthvað slíkt. Hefði verið líka með sjúkdómar, okkur talar hann bara ekki það. Eins og ég sagði áðan, gríska orðið angelos, sem er þitt sendiboði í 12. kaflanum, er alltaf notað persónlega verur, ekki ópersónlegt fyrirbæri, eins og sjúkdóma, sálræn vandamál, augnkvilla og þess aftar. Í 11. kaflanum, ef við vísum aftur í hana, var hann að tala falspostula og svikula verkamenn sem dulbúa sig sem engla ljóssins. Þannig að í 11. kaflinn varpar ljósi á það hvað hann er að tala í 12. kaflanum. Muniði, Páll postulið, enginn af þeim sem var að skrifa í Nýja testamentinu né Gamla, skrifuði í köflum og versum. Hér er 11. kafli, það er veikleiki og það eru falspostular og svikulu verkamenn og annað slíkt. Punktur. Nú byrjar 12. kafli og þar er að fjalla eitthvað allt annað. Nei, þetta er bara bréf. Hann var að skrifa bréf. Kaflaskiptin og versin öll, þetta er fyrir þig og mig. Þetta er bara þetta til hægðarauka til þess að lesa. Þannig að hann er að tala sendiboðana, verurna, persónulega verur, ekki ópersónulegt fyrirbæri í 11. kafla. Og hann er að ræða falspostula í því samhengi og svikula verkamenn og þeir dulbúa sem engla ljóssins. Hann segir síðan að jafnvel Satan dulbúi sig sem engil ljóssins í 14. versi 11. kafla. Og eins og ég nefndi áðan, engillinn er þýtt sem sendiboði í 12. kafla 7. versi. Það er sá sem Páll kallar flein. Slíki menn eru falspostular, svikulu verkamenn sem dulbúa sem postula Krists og það er engin furða því að sjálfur Satan dulbýr sig sem engil ljóssins. Það er því ekkert undrunarefni þótt þjónar hans dulbúi sig einni sem þjónar réttlætisins. Endalok þeirra verða í samræmi verk þeirra. Þetta er 11. kaflinn. Sjáu þið samhengið?
Þessir svikulu verkamenn, þeir dulbúa sig sem postula Krists. Hverjir gerðu það? Sömu aðalarnir og komu upp í Antíókíu, sömu aðalarnir höfðu farið inn í Galatíu, sömu aðalarnir sem komu til að rífa niður verk Krists á þessum stöðum og segja þeir lögmálið verður að halda á lögmálið og þeir verður allir að umstýrast, annars er þetta búið, annars er þetta ekki með. Satan sjálfur getur gert þetta. Það er því ekkert undrunarefni, segir Páll, þótt að þjónar hans dulbúi sig einnig sem þjóna réttlætisins, og það var það sem þið gerðu. Þannig að engum blöðum það að fletta að 11. kaflinn er að tala þennan hóp manna og síðan fer hann beint yfir þann 12. og kallar þá engla eða sendiboða sem framkvæma illa vilja. Þeir dulbúa sem sendiboða ljós, þeir beita rógi, dylgjum, rangfærslum, mannorðsmorðum. Þetta sjáum við í Apostolasögunni 13:45 og í Korintharbréfinu og fyrra Tímóteusarbréfi og svo framvegis. Þetta er út allt. Þeir komast að ofsóknum með því að æsa fólk upp. Sami hópur, sama fólk. Hvort sem að ræða gyðinga eða heiðingja. Fleitnin. Það skyldi þó ekki vera. Fleitnin hafi einmitt verið þessi hópur, sá aðili sem að stýrði þeim hópi. Rétt eftir að Páll er búinn að nefna fleinin í 12. kafla 7. versi segir hann að hann standi fremstu postulunum ekki að baki, þá er hann að tala Pétur og Jóhannes og Jakob og allir og hann hafi unnið sannra postuluþjónustu meðal þeirra, þar að segja hann hafi sýnt fram á það með starfi sínu og þjónustu og þeirra var samþykkt að hann er einn úr hópnum, hann hefur fengið postuluþjónustu. Þannig ef við skoðum allt þetta samhengi, það er það sem við erum að gera, þess vegna erum við að taka tími í þetta, þess vegna ég vona að þetta pyrrið ekki of mikið að ég skal vera að eyða tími í þetta, en þetta er gríðarlega mikilvægt til að skilja samhengi allra frásögunar, bæði postulasögunni og síðan í bréfunum á eftir. Hvað er hann að tala þarna? Akkur er hann að tala hennar flein? Hver er þessi flein? Við erum búin að sjá það núna, bæði úr postulasögunni 15. kafla, úr Galatabréfinu öllu, og núna úr Korintharbréfinu. Þetta er allt verið að tala sama aðilana og sömu aðilana. Þannig að þegar við lítum á 11. og 12. kafla saman í síðara Korintharbréfi sem bara eina umfjöllun, ekkert sikkurt kaflan og sikkurt hlutin, þá veikleika sem Páll hrósar sér af, þá verður allt í einu mun auðveldar að skilja hvað þessi fleinn snerist hvað eða hver hann var í raun og veru. Og það sem að hálftími liðin, alltaf að geyma það þangað til næsta þætti. Tökum annað þátt í það. Hvað eða hver var þessi fleinn í holdi Páls? En nú skulum við biðja fyrir þau ykkar sem að getið og viljið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.